Donni Sigurðsson. Donni, það mikil titringur í bænum í dag. Hann skelfur. Mennum bíða eftir morgundeginum, 11. júlí, innbyrðislagur við Káa. En ég ætla fyrst að rukka svona eftiráskýringu með sigurleikinn gegn Selfoss. Varstu ánægður með þann leik? Já, mjög ánægður með þann leik. Ekki bara 3 stig, heldur við spiliðum helst eftir á góðan leik nánast allan tíman og stjórnum þessum leik gjörsamlega. Tölulega séð erum við langt yfir í hinu liðinu. Eftir að ég búin að skoða tölfræðin og leikinn tilbaka og svo framvegis, þá vorum við töluvert sterkari aðilinn allan leikinn og uppskorum sanngjarnan sigur, en gerðum okkur þetta mjög erfitt fyrir með því að gefa þeim 1 mark, þar sem að klikkum í rauninni á föstu leikatriði á atriði sem að við erum með manna á fjarstöng, en hann var ekki á fjarstöngin til dæmis og þeir settu skrín og við náðum ekki alltaf manni sem skoraði og svo framvegis, en töluðum vel það við hálfleik og komast fyrir þessi atriði og menn gerðu betur í seinni hálfleik bæði út á vellinum og í föstum leikatriðum. Donni, svona annað sem ég langar að spyrja út í, þetta rauða spjald sem að Gísli Páll fékk. Þetta rosalega harður dómur. Já, ég sammálaður um það. Þetta var ótrúlega harður dómur og bara algjörlega sorglegt. Mjög sorglegt að Gísli geti ekki tekið þátt í þessum leik. Þegar hann einn af okkar albestu mönnum og hefur verið í allt sumar. Og það mjög slæmt að missa svo öfluga leikmann í svo skemmtilegum leik. En ef við tækjum það út fyrir sig og myndum segja að væri engin stórleikur á morgun, heldur einhver venjulegur leikur, þá var þetta samt. Þetta var, maður skilur eiginlega dálítið vel Gísla Pál og hans gremju eftir, og þetta var eiginlega alveg út röldu korti, þetta gulaspjald sem að gaf honum svo rautt. Já, algjörlega, og það svona líka þannig í okkar hópa, við kannski megum ekki alveg við akkurat núna mjög mörgum skakkaföllum, þar sem við erum með mjög marga leikmenn fjarverandi vegna meiðsla. Þannig að þetta var alltaf mjög ódýrt. Ég legg nú ekki vana minna að tala dómara yfir höfuð, en þetta var bara ódýrt og ég held að hann hafi bara ekki vitað, ekki átt að segja að hann væri komið með spjald og hafi ætlaði að setja 1 gult á kallinn, en fattaði það svo eftir á að hann væri komið með gult. Það var svona minn tilfinning þegar þetta gerðist. Þetta var það soft. Donni, snúum okkur þá á morgundeginu. Eins og ég sagði upphafi, bærinn titrar. Hvernig eru taugarnar hjá þjálfaranum í dag? Það eru mjög rólegar. Ég er náttúrulega rosa spenntur fyrir leiknum og minn svona fyrsti alvöru Þór Káa slagur, og ég bara hef heyrt fullt af sögum og menn hafa verið svona að kynna þess í mér, en ég bara rosa spenntur og mikil eftirvænting. Það sem ég óska bara heitast að fá fullt af fólki á völlinn og gríðarlega mikla stemning. Ég gerir fastlega ráð fyrir því að mínu menn komi dýrvitlausir og ég hef hugsað að það þurfi ekkert að gíra menn mikið upp í þennan leik, þannig séð sko. Rétt rúlum yfir skipulagið og hverjir byrja inn á. Það að segja hverjir vera heilir til þess að spila. Og svo held ég að strákandi taki þetta bara þaðan og klára þennan leik af sér eins og menn. En eins og þú segir, mikið meiðsl og annað, en það gefur bara maður í mannstað. Já, það hefur gert það í allt sumar, Palli minn, og það heldur áfram að gera það í þessum leik. Og það verða allir þeir sem að byrja inn á klárir í djöfulgang og baróttu út allan leikinn og menn skilja allt eftir á vellinum. Og þetta auðvitað leikur sem enginn Þórsari vill missa, þó hann sé pínulítið haltur eða skakkur, en vill sanna sig fyrir þjálfarann til að fá að taka þátt í leiknum. Já, það var akkurat þannig. Við fórum í sund í gær og það var með tilkynnt það að Donni minn að það væri bara engin meiddur núna. Það skipti engu máli hvað væri að mönnum, það ætluðu allir að spila og það myndi ekki einasti maður fara út af heldur, þannig að það verði allir klárir. Þetta verður spennandi. Mjög spennandi og aðalatriðið eða stórt atriðið eins og ég segði áðan að vona bara að allir Þórsarar mæti og styðji okkur, og þá meina ég styðji okkur og geri Akureyrarvöll að okkar heimavöll í þessum leik. Donni, þetta voru falleg lokaorð og ég segi bara gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir það. Hér höfum við sögkrækingin eða skafferingin, Loft Pál Eiríksson. Loftur, það bærinn titrar, það bæjarslagur á morgun við Káa. Hvernig þín fyrsta upplifun af því núna í aðdraganda svona leiks? Hvernig leggst þetta í ykkur? Þetta leggst bara mjög vel í mann. Maður svona spennandi búinn að byggjast upp svona í vikunni sko. Fólk búið að segja mér sögu frá
þegar þau voru að spila og svona sko, þannig að þetta hún er búin að byggjast upp spennan, svona dag eftir dag. Loftur, nú ert þú, eins og ég sagði, úr Skagafirðinum, þú ert væntanlega þá svona þína rætur liggja með Tindastóli og þar nú ekki neini sérstakir svona bæjarslægir, nema kannski við nákvæmlega byggðirnar. Finnur þú fyrir þetta að sé svolítið skringilegt landslag hérna aðdragandi að Káa, leik við Káa? Já, sko, ég ekki alveg búin að átta mig á þessu ennþá sko. Ég líti á þetta bara sem einn annan leik sko, en síðan svona, já, þetta bara svona, þetta ekki alveg búin að átta mig á þessu ennþá sko. En á Króknum þetta bara sko, það var alltaf stórleiki við Siglufjörð sko, það var alltaf svona harðir við honum að taka og svolítið sko, en það var ekkert svona í samanburði við þetta samt sko. En þú finnur spennuna? Já, hún er að byggjast upp. Það er ekkert hægt að segja annað en það sko. En hvernig, svo bara pínlítið svona út á söður, hvernig búið að líða í sömar hérna í kuldanum og hérna hjá okkur í Þór? Ég kann virkilega vel við mig sko. Þetta búið að vera virkilega flott í 2 mánuði sem ég búin að vera hérna. Ekkert yfir því að karta. Yndislegt fólk hérna í kring og ég kann mjög vel við mig. Kannski svolítið öðruvísi umhverfi svona í þetta stóru bæjarfélagi heldur en með fullri virðingu fyrir eins og á Króknum. Jú, en ég kann mjög vel við mig í þessu litla bæjarfélagi á Króknum sko, það yndislegur staður. En hérna alltaf mjög gaman að kíkja niður í bæ og það verið að spjalla við mann og svoleið sko, það mjög skemmtilegt líka, kann mjög vel við mig hérna. En að því sagði út á söður að fara aftur í leikinn á morgun, hvernig leggst leikur sem slíkur í þig? Hann leggst mjög vel í mig. Ég orðinn mjög peppaður og gíraður í hann leik og það þýðir ekkert annað en að koma 3 stigum hérna í þorpið. Káamenn náttúrulega, þeir hafa verið á mikilli siglingu, gríðarlega öflugir í bikarnum og þannig að þeir eru til aðslíklegir. Já, Káa náttúrulega með hörkulið og við bara þurfum að matcha baráttuna á móti þeim og spila okkar leik, þá erum við til aðslíklegir. Og engin fjandasminni máttakennd? Alls ekki. Við erum náttúrulega grjótharðir og það þýðir ekkert annað en bara að sýna það á morgun. Taka á sniglímu á lofti? Hvað segirðu? Taka það á sniglímu á lofti? Já, ætlaðu ekki bara. Þetta svona glímutali sem ég þekki ekki eins og sjálf, ég bara kann orðið. Já, ég hef ekki hugmynd hvað að tala Loftur, þú ert kláður á slæginu og hópurinn væntanlega allir bara fullir eftirvæntingu. Já, við erum orðnir hrikalega spenntir fyrir þessum leik og við munum klárlega að koma dýrvillisir inn í leikan á morgun. Við skulum halda að þannig Loftur farið í dýrvillisleikinn. Komum við 3 stig með Hamar. Við tökum vel á móti ykkur. Takk fyrir.